Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 4. mars. Forseti hefur fengið ósk þess efnis að færa fyrsta dagskrárlið neðar á dagskrá og sjálfsögðu verðum við því. Þá förum við í tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins endurskoðun og fyrirkomulagi hráefniskaupa mötuneyti Reykjavíkurborgar sem annað mál á dagskrá. Þá tekur tillögu flytjandi Kjartan Magnússon fyrstur til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þakka forsetanum fyrir að setja málið þessa tillögu fyrst á dagskrá. Ég tel mig vera tilbúinn, maður ávallt viðbúinn slíkum tilfærslum á að vera. En tillaga okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hljóðar svo. Borgarstjórn felur fjármálaskrifstofu og innkaupaskrifstofu að endurskoða fyrirkomulag hráefniskaupa mötuneyti Reykjavíkurborgar með það að markmiði að nýta betur kosti útboða og ná fram aukinni stærðarhagkvæmni í innkaupum án þess að slegið verði af gæðakröfum. Hér, eins og tillagan ber með sér, þá hér fjallað hlut sem kannski borgarfulltrúar ekki mjög vanir að fjalla en þessi hlutir skipta samt mjög miklu máli og ég held að væri bara gott að við borgarfulltrúar værum betur inn í þessu. Því að þarna í þessa hluti var í miklum fjármunum. Ég held að með virðisaukaskatti þá séu þetta 2 milljarðar króna á ári sem fari í hráefniskaup hjá Reykjavíkurborg og svo auðvitað skiptir það miklu máli að það sé vel haldið á þessum málum því að þarna fá tugþúsundir í þessum mötuneyti fá tugþúsundir nemenda og starfsmanna borgarinnar næringu á hverjum degi og það skiptir miklu máli að það sé unnið vel að þessu, þetta sé góður, hollur og næringaríkur matur og svona í samræmi við nýjustu strauma í manneldismálum. Nú, við getum sagt að það hafi orðið mikla breytingar á þessum málum á síðustu árum. Það er ótrúlega stutt síðan að mötuneyti voru ekki til staðar fyrir nemendur í grunnskólum Reykjavíkurborgar en á síðustu 20 árum þá hefur átt sér stað bylting að þessu leyti hvað varðar nemendur borgarinnar. Það hefur miklum fjármunum verið varið í fjárfestingu, koma upp fullkomnum eldhúsum í skólum borgarinnar og nú er eldaður matur á mörgum stöðum. Ætlar sér ekki vel á annað 100 staðir eldhús á vegum borgarinnar þar sem daglega er eldaður og framreiddur matur og þið getið ímyndað ykkur kröfurnar eru alltaf aukast. Við getum sagt að fyrst þegar þessi mötuneyti komið til sögunar það voru kannski kröfurnar ekki svo ríkar vegna þess að fólk var bara mjög þakklátt að fá þessa þjónustu til sín. Áður þekktist það alveg í grunnskólum borgarinnar að það voru hádegishlé, það var ekki kannski boðið upp á mikið mat í skólanum og krakkar liðu þá á sjoppufæði og svo framvegis. En þannig að fyrst eftir því sem eldhúsin komu í skóluna þá var fólk var þakklátt og ánægt en síðan eftir sem þessi starfsemi hefur fest sig í sessi þá hafa komið fram fleiri og fleiri athugasemdir gæði matarins og auknar kröfur það að gæðin aukist og alls konar óskir og kröfur svona fjölbreytni í maturstunni. Og það er þannig eins og með þekkja, það er aldrei hægt að koma til móts við öll sjónarmið en á síðustu árum þá hafa fleiri og fleiri foreldrar komið fram, spurt þessi mál og óskað eftir upplýsingum, myndað jafnvel litla hópa í skólum borgarinnar og sett fram ákveðnar kröfur. Og á síðasta kjörtímabili þá var ákveðið að hefja endurskoðun á þessum mötuneytismálum borgarinnar. Það var skipað starfshópur sem skilaði af sér góðri skýrslu um málið í maí 2010. Í framhaldi af því var gripið til úrbóta til þess að koma betra lagi að þessu mál. En sú vinna hefur aðalega snúið að gæðamálunum.
og ég ætla svo mikið að fara að tellja upp alla þá vinnu. Það hefur verið gert grein fyrir henni áður hér, en hún snýr að gæðamálum og þar hefur margt gott verið gert. En í umræðum þessu málum daginn í skóla- og frístundaráði þá kom mér svolítið óvart að mér fannst minna hafa verið unnið í svona hinum hluta málsins sem snýr að innkaupum, það að fara vel með fé í innkaupum, því að þar eru svo sannarlega sóknarfæri. Og ég man mjög vel eftir því að á síðasta kjörtímabili þegar að menn höfðu þessi mötuneytismál til skoðunar, þá var svo litið deilt á það fyrirkomulag sem er í stórum dráttum enn við lýði og snýst svokallaða rammasamninga eða miðstýrða samninga og snýst það að hvert einasta eldhús eða hver einasti skóli, hvert einasta eldhús að kaupa inn fyrir sig. Og ég hef oft fengið það ábendingar frá innan úr kerfinu, frá matreiðslumönnum sem starfa við Reykjavíkurborgar, nú frá skólastjórum grunnskóla og leikskóla, að þarna sé hægt að hagræða og það hefur verið deilt á það kerfi meðal annars að þetta rammasamningakerfi sem felst í örstuttu máli í því að það farið í einhvers konar útboð og byrgjar eru valdir sem geta skilað inn verðtilboðum. Síðan getum við bara sagt í stuttu máli samkvæmt rammasamningskerfinu þá eiginlega bara öllum verðtilboðum tekið. Allir sem fullnægja ákveðnum skilyrðum í þessum rammasamningskerfi, þeir eru fá viðskipti og því að okkar innkaupastjórar sem eru vel á annað 100 talsins, þeir fá heimild til að versla við hvert sem og þeim síðan ætlað að setja sig inn í flókið kerfi verðtilboða og samninga og afslátta til þess að kaupa með hagkvæmum hætti inn fyrir sinn vinnustað. Og ég veit að margir gera það en kvarta yfir því að þetta sé mjög flókið, aðrir gera það en segjast aldrei hafa komist til botns í þessu kerfi. Og svo færi maður, og ég verð að segja, ég hef oftar en tvisvar, oftar en þrisvar fengið ábendingar frá matreiðslumönnum það að þeir séu að kaupa inn hráefni á vegum Reykjavíkurborgar á ákveðnu verði samkvæmt þessum rammasamningum og það er mjög algengt að skilst mér að ákveðin mötuneyti þau bara haldi sig við sömu byrgjana, rauninni óháð verði og síðan, en ég hef fengið ábendingar á það nokkur sinnum að menn sé að kaupa inn fyrir skólana á ákveðnu verði, en svo farið þeir sama dag út í bónus til að kaupa fyrir fjölskylduna, þá sjá þeir að bónus eða einhver önnur verslun býður mun lægra verð. Og mér fannst þetta svo ótrúlegt þegar þetta var fyrst fullyrt við mig að ég bara trúði þessu varla, ég trúði því varla að Reykjavíkurborg með öll sín mötuneyti, öll sín viðskipti, að hún var ekki að ná inn að hún hlyti að vera að ná inn hagstæðara verði heldur en stórverslanir hér á höfuðborgarsvæðinu, en það hlyti þá að vera eitthvað einstakt dæmi, svo verið ekki. En svo hef ég undanfarna daga verið að fá upplýsingar þessi mál og verið að rýna í tölur og þá sér maður að þessar ábendingar sem hefur verið að fá eiga fyllilega við rök að styðjast. Og bara svo ég nefni sem dæmi þá nýafstaðið útboð á vegum borgarinnar á grænmeti og ávöxtum og tilboði því voru opnuð 30. janúar og það skiluðu 8 fyrirtæki inn tilboði, 8 ágætis fyrirtæki og það er tekið fram í umsögnum þessi tilboð, þá sérstaklega tekið fram að lítill munur, bara svo ég vitni hérna í plagg frá innkaupadeildinni, lítill munur á milli hæst og lægst bjóðanda og leggur innkaupadeildin til að samið verði við alla aðila sem buðu. Og það er samið við alla aðila sem bjóða, það er gerður samningur við þá og þá er síðan hverjum innkaupa aðila á vegum okkar sem stjórnar mötuneytunum, þeim er þá heimilega að versla við kaupa inn hjá hverjum sem er. Og síðan þegar maður lítur á tölurnar þá bara svo ég taki nokkuð dæmi úr þessu tiltekna útboði, en ég held að vera að fá svipað útkomu út úr ýmsum öðrum útboðum ef maður rýnir í þau í kjölinn. Ég tek það fram að þetta er svolítið flókið mál, þannig að það er erfitt að gera grein fyrir þessu svo vel farið hér í borgarstjórn,
En ég vil nefna nokkra tölur. Nú er betra að vera búið að breyta reglum þannig að maður geti varpað þessu upp á tjald með PowerPoint-kerfi eins og við höfum stundum talað um. En bara svo ég vitna þess í útboðið, þá erum við að tala hér um græn epli, verð á grænum eplum. Og lægstbjóðandinn, hann er með 164 krónur per kílóið, en hæstbjóðandinn 377 krónur per kílóið. Þarna er gífurlega, finnst mér, mikill munur, meira en tvöfaldur munur á hæsta og lægsta verði. En svo fór ég í Bónus í gær og þá sá ég að kíló af grænum eplum kostar þar 239 krónur, sem er cirka 140 krónum lægra per kíló heldur en hæstbjóðandi býður. En samt fær hæstbjóðandinn þessu útboði, hann fær viðskipti við borgina. Við sjáum það, maður sér það á þessum plöggum líka, að hæstbjóðandinn í ákveðnum flokkum, hann fær samt viðskipti í þessum flokkum, bara ef einhver innkaupaðili hjá borginni kýs að kaupa inn á honum. Svipað sögum að segja rauðu eplin góðu, þar er lægstbjóðandi 283 krónur per kíló, hæstbjóðandi 419 krónur per kíló. En í Bónus kostuðu í gær 249 krónur per kíló. Og með perurnar, lægstbjóðandi 169 krónur, hæstbjóðandi 359 krónur, en í Bónus kostaði 289 krónur eða 120 krónum undir því sem hæstbjóðandi býður. Og appelsínurnar, þar kostuðu í Bónus í gær 198 krónur per kíló, en lægstbjóðandinn bauð til borgarinn 165 krónur per kíló og 276 krónur var sá sem var hæstur. Og agúrkurnar kostuðu í gær í Bónus 420 krónur en voru frá í útboði 169 krónur og 521 krónar sá hæsti. Af þessari lauslegu upptalningu þá heyrið þið borgarfulltrúar góðir að það eru samt ákveðnir kostir við að bjóða út. Við sjáum það að í flestum tilvikum þá fáum við lágt verð, verulega lágt verð, lægra verð heldur en er boðið í smásölu út í Bónus, en það fyrir má aldrei fyrrvera að við þessi stóri kúnni sem að kaupa inn fyrir 2 milljarðar ári fáum ekki gott verð á þessum vörum. Og svo má líka geta þess að í flestum tilvikum er sem sagt flutningskostnaður innifallinn, það er sem sagt heimsending eða sending í viðkomandi mötuneyti er innifallið, þannig að við erum að fá aðeins kannski meiri verðmæti út úr okkar byrgjum með því. En samt er ég að segja eins og borgarfulltrúar góður að mér finnst þetta er mikill munur og mér finnst ekki eitthvað vera í lagi í okkar kerfi þegar við heimilum viðkomandi okkar fólki að fara og versla við hæstbjóðanda. Ég hélt að kostir útboð og Reykjavíkurborg hefur nú verið í forystu í útboðsmálum í áratugum saman. Ætti einmitt vera að finna lægsta verðið en samt gæða vörur. Og mér finnst ekki hafa verið gert í þessu tilviki. Ég held að við þurfum einnig ég held að það væri eins og til að okkar felur ber með sér að ég held að það þurfa að betrumbæta þetta kerfi til þess að nýta betur kosti útboðsins. Ég heyrði líka hljóðið í einum birgja og spurði hann út í þessi mál og benti hann á það að mér finnst ég teldi að birgjar hlyti að geta boðið betur. Sumir birgjar að bjóða allt of hátt, en samt fá þeir viðskipti þó þeir bjóðu svona hátt. En þá benti þessi birgir mér á það. Hann sagði að það vantaði svolítið hvatan til þess að bjóða betur í slíkt hráefni hjá borginni vegna þess að þessi rammasamningur, það er engu lofað með honum. Það er sama hvað birginn býður, hann getur ekki gengið hann inn á viðskiptu vísum. Hann rennir blindið svolítið í sjóinn með þetta, hvað hann fær. Og þess vegna held ég að þessi fyrirtæki leggja sig kannski ekki öll fram það að bjóða eins lágt og þau gætu boðið. Ég held að þessi fyrirtæki gætu boðið miklu lægra ef þau hefðu tryggingu fyrir því að þau fengju viðkomandi viðskipti. Þegar við erum aðtúa það að flutningskostnaður er töluverður stór hluti af þessum hráefniskaupum, þar sem hver seljandi þarf að keyra vöruna heima dyrum. Og við erum með mörg lítil mötuneyti út alla borg og ef við tökum þetta ágæta ávaxta útboð sem dæmi, þá erum við að tala um það að þar eru 8 seljendur sem hljóta hnossið, svo má segja. En það þarf að dreifa vörun út alla borg. Segjum að einn tilboðsgjafi í þessu ákveðna útboði,
hann getur lent í því að hann býður eins vel og hann getur. Svo fær hann viðskipti kannski hjá 3 leikskólum í Breiðholti, 2 leikskólum í Grafarvogi, 1 í Árbæ, 3 í Vesturbænum. Og það er auðvitað mikil kostnaður í þessu því að í mörgum tilvikum tiltölulega litlar og ódýrar sendingar að ræða. Ekki síst að ræða vöru eins og ávexti sem getur skemmst á nokkrum dögum eða bundið viku. Þá sjáum við þar ákveðin óhagkvæmni fólkin í þessu kerfi að vera með að veita 8 byrgjum viðskipti og láta þá síðan skottast út alla borg á litlum sendibílum með tilheyrandi umferð í þessi mötuniti. Ég alveg viss það að með því að bjóða þetta bara út í einu lagi og láta 1 eða í hæsta lagi 2 byrgja hafa öll viðskiptin, þá varum við ekki einungis að lofa þeim sem væri lægstur því að hann fengi mjög mikil viðskipti, heldur við vorum líka að auka hagkvæmnina í flutningi vörunar á áfangastað. Þannig að það segir sig sjálft að sá seljandi sem vissi að ef hann lægstur þá fengi hann viðskipti allra skólana í Reykjavík, sem sagt allra 20 skólana í Breiðholti en ekki bara 2 eða 3 og svo framvegis. Hann vissi að hann væri að fá viðskiptin í heilu hverfi eða jafnvel viðskiptin yfir alla borgina. Það væri auðvitað mikil stærðarhagkvæmni til fólkin og ég alveg viss og það ekki bara ég sem viss þetta því þetta var margir matreiðslumenn hjá borginu og skólastjórar og fullyrt við mig. Það væri hægt að ná fram þarna væri hægt að ná fram hagkvæmni og þarna held ég að þetta væri besta aðferðin til þess að pína þessi fyrirtæki niður eða hvetja til þess að pína niður verðin sem náttúrulega markmiðið með útboðum, en þetta markmið ekki bara alveg að nást núna. Síðan reyndar menn hafa verið að vinna að þessum málum og það sem framundan örútboð. Það hefur svo sem ekki vantað einhver liti viljan til þess að nýta útboðin betur, en ég man bara mjög vel eftir því að þetta vorum við að tala hérna. Það var verið að ræða þessi mál árið 2009 og 2010 og þá var verið að tala það hugmynd að það yrði gefin út einn samræmdur hráefnismatseðill fyrir borgina sem myndi gilda í heilt ári senn fyrir alla mötuneytisþjónustu borgarinnar, þá nemendur, eldra fólk og starfsmenn stjórnsýslu og svo framvegis, og þannig yrði boðið út hráefni vegna matar í samræmi við matseðilinn. Og það var maður fekk að sá tölur þetta á þeim tíma og mér minnir að menn hafi verið að tala að þarna væri léttilega hægt að ná fram kannski 20–30% hagræðingu ef þetta væri allt boðið út í einu og það væri einn samræmdur hráefnismatseðill fyrirfram sem menn getur síðan bara spilað úr eldað úr hver á sínum stað. Ég alveg sannfærður að það er hægt að ná mikilli hagræðingu með þessari leið. Ég hélt að menn var að stefna þessi átt en það kemur nokkuð á óvart að 4 árum síðan að var síðast verið að tala hugmyndina og þessi hugmynd var komin á skrið, þá virðist lítið hafa gerst. Nú stendur reyndar fyrir dyrum að fara út í svokallað örútboð fyrir eina vöru sem fiskur og í Grafarvogi. Ég held að það sé að mörguleyti, mér finnst að vera góð hugmynd og mér finnst að mörguleyti vera skref í rétta átt þetta örútboð, en mér finnst að líka vera svolítið bara of lítið skref og of hikandi. Ég hefði frekar viljað sjá þegar menn eru hvort að leggja þessa vinnu, að menn færu þá bara, í staðan fyrir að gera þetta einu hverfi, að menn myndu þá, það ætti þá í mesta lagi vera tilraun og í minnsta lagi vera tilraun og síðan finnst mér að menn ættu að geta farið út í það bara á vettvangi allra borgarinnar. Og ég skil sannleika sagt ekki, mér fannst málið vera að koma svo langt á sínum tíma, það var eitthvað stoppa á leiðinni, ég skil ekki af hverju við erum ekki eftir alla hennan tíma þar sem málið hefur í skoðun, af hverju við getum ekki bara farið í alútboð á hráefni yfir alla borgina. Þetta nú ekki svo stór borg og skil ekki að við þurfum að byrja því að fara í örútboð í einu hverfi. Þannig að, eins og segi borgarfulltrúar góðir, þetta ekki eina hugmyndin sem hefur komið fram hagræðingu í mötuneytisrekstri borgarinnar. Það var ýmsar aðrar hugmyndir komið fram að þessu kjörtímabili eins og rekstur eins stórs eldhús eða útboð til einkaaðila, eitthvað slíkt. Við vitum öll að það vandasamt. Hugmyndum eitt stórt eldhús eða 2 var kynnt í skóla- og frístundaráði á kjörtímabilinu og það tók engin af okkur kjörnum fulltrúum tók neitt vel í hana. Við sáum það ekki alveg fyrir okkur, sáum ýmsa vankanta á henni. En þessi leið sem ég hef gert umtalsefni hér í dag og svona gefin upp boltinn með þessari tillögu, ég viss að það var hægt að ná þessari leið með tiltölulega lítið til fyrirhöfn,
en ég held að þessi leið geti á skömmum tíma skilað mikilli hagkvæmni, jafnvel 20–30% hagræðingu, og þegar að tala 2 milljarða þá sjáum við að það eru tölur sem skipta miklu máli. Það er stöðugt kvartað yfir því í mötuneyti borgarinnar, ekki síst í skólunum, að það fari of lítill peningur í hráefniskaup. Það var reynt að bæta úr því eins og hægt var í þeirri fjárhagsáætlun sem tók gildi áramótin og gott mál. En svo sjáum við þarna leið þar sem hægt að ná fram kannski hagræðingu upp á 20% og þannig getum við myndað upphæð, eða þannig getum við sparað peninga sem síðan geti farið í hráefniskaup og ég mér ekki veit af í skólum borgarinnar. Þannig að í tillögunni er ekki bein tillaga alútboð strax, en hér kveðið á endurskoðun og ég vona að við borgarfulltrúar getum sameinast að láta slíka endurskoðun fara fram með þau markmið að leiðarljósi sem ég hef talið upp í minni ræðu. Þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, borgarfulltrúar, forseti, háttvirtur. Já, þetta ég þakka borgarfulltrúa Kjartani Magnússoni fyrir að bera upp þessa tillögu sem er sjálfu sér ágætt. Það er að gera að hafa innkaupamál í stöðugri endurskoðun og þau eru það nú að einhverju marki. Það er rétt að rammasamningar eru tól sem við höfum notað töluvert mikið hérna hjá borginni til þess að reyna að ná fram sem hagkvæmustum innkaupum, og rammasamningar eru ágætistól á mörgu leyti. Þeir gefa bæði þeim sem kaupir og þeim sem selur tækifæri, og ég þekki það nú bara eigin raun. Ég hef nú í nokkrum tilvikum boðið í svona rammasamninga hinum megin frá, þar að segja, sem söluaðili áður en ég hóf störf hér á vettvangi borgarinnar, og það er alveg ljóst að þeir sem að taka þátt í rammasamnings útboðum, þeir leitast við að gefa eins hagstætt verð og þeir treysta sér til, auðvitað í krafti þess að þeir búast við töluverðum magni eða töluvert miklum viðskiptum í staðinn. Það snýst þetta sjálfsögðu. Nú varðandi þessi hráefniskaup í mötuneytum, að þá nýtir borgin sér kosti útboða auðvitað. Það má kannski hugsanlega mætti skilja tillögun sem svo að það sé ekki verið að bjóða út, en ég held að ef ég skil tillöguna rétt þá er það form útboðsins sem er verið að tala að breyta, því að það er náttúrulega ekki mikið keypt án undangengina einhvers konar útboða. Og stærstur hluti af þessum útboðum til hráefniskaupa er í gegnum rammasamninga. Nú, með þessu móti er hægt að gera ansi stífar fjárhagslegar kröfur til þeirra sem bjóða, og auðvitað gæðakröfur líka sem að seljendur þurfa að uppfylla. Og rammasamningar henta náttúrulega í raun og veru mjög vel þegar það er svona óvíst hvert umfang eða hvert magn innkaupanna verður, og það er ekki verið að gefa loforð einstaka innkaup. Og eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon nefndi, þá gefa rammasamningarnir kost á því að það sé farið í svokölluð örútboð, og það er notað þegar magninnkaup er að ræða, og 20. mars næstkomandi verður ráðist í fyrsta örútboðið á fiski eins og borgarfulltrúin lýsti, og ég held að þetta sé leið sem er mjög gott að prófa sig áfram með, þessi örútboð, og það verður fróðlegt að sjá hvort að það leiðir til verulegra lækkunar á innkaupsverði.
Þarna auðvitað verið að kaupa meira magn í einu, þannig að seljandinn ætti í raun og veru að treysta sér að lækka sína framlegð og bjóða enn betri kjör en hann gerði að öðrum kosti. Það nú afskaplega líklegt að þú getur í einhverjum tilvikum fundið vöru hjá ráðandi aðilum á smásölumarkaði ódýrar heldur en birgjar treysta sér að bjóða í rammasamningum, enda auðvitað ráðandi aðilar á smásölumarkaði að velta hansi miklu magni og þeirra hagkvæmni náttúrulega felst í að selja mikið magn og auðvitað þá standa þessar vörur svo sem öllum til boða. En það auðvitað töluvert svona, það alveg rétt aðtúa, það hansi mikil eltingaleikur fyrir innkaupa aðila að ætla að fara að eltast við tilboð í bónus á öllum sínum vörum og bera sífellt saman verðið í bónus við það sem boðið upp á í rammasamningum. En enga síður þá verðum við líka að horfast í augu við það að innkaup það að stunda innkaup fyrir starfsstöðvar eins og mötuneyti náttúrulega bara birgðastjórnun og það þarf að gefa sig að því. Þetta ekki hægt að hafa þetta á einhverju fullkominni sjálfstýringu og ég held að við verðum að gefa okkur að þeim sem treyst fyrir þessum innkaupum, þeir leiti í ýtrustu hagkvæmni þegar þeir að vinna sín innkaup og ég held að það sé nú gert í flestum tilvikum. Annað sem hefur komið upp í gagnrýni á þessar rammasamninga að þar sé í raun og veru smærri aðilar útilokaðir frá því að geta selt sínar vörur til mötuneytanna í Reykjavík. Það þó ekki alveg svo því að það í okkar rammasamningum heimild í flestum tilvikum til þess að kaupa inn fyrir að mig minnir 10% af veltu sem sagt utan rammasamnings. Það hafa komið upp dæmi til dæmis varðandi innkaup á lífrænum vörum, lífrænum matvörum, aðilar sem ekki mjög stórir á markaði kannski og uppfylla ekki þær kröfur, fjárhagslegu kröfur sem eru gerðar til þeirra sem geta tekið þátt í rammasamningum. En þessir aðilar enga síður að bjóða vöru sem í raun og veru ekki innan þess sem í rammasamningsútboðinu, þannig að þeir hafa möguleika á að bjóða sína vöru til mötuneytanna og mötuneytanna kaupa sem nemur alltaf af þessum 10% sem ég nefndi. En varðandi þessa tillögu þá held ég að eins og ég sagði það bara hið besta mál að menn séu með þessi innkaupamál í stöðugri endurskoðun og það þarf að vera þannig bara alla tíð en ég held að ég ætla nú að gera það minni tillögu að þessu verði vísað til borgarráðs til nánari útfærslu eða meðferðar og ég held að það sé ágætis vettvangur fyrir þetta. En ég held að við séum öll sammála að við viljum gera innkaupin sem hagkvæmust og það einhugur það. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir nei, hún hætt við. Þá borgarfulltrúi Árný Sturludóttir næst á mælendaskrá. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Mér finnst vel þess virði að koma hér upp örstutt til þess að vekja athygli á þeirri miklu vinnu sem fram hefur farið
varðandi mötuneytismál hjá skóla- og frístundasviði sem vitanlega mjög stór hluti af mötuneytisþjónustu borgarinnar og sjálfsagt í umræðum svona mikilvæg mál eins og gæði hráefnis og hagkvæmni innkaupa sem við hljótum öll að vera sammála að stefna beri að vekja athygli á þeirri góðu vinnu. Og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom hér inn á þá vinnu sem hefur verið innt af hendi í þessum efnum inni á skóla- og frístundasviði. Það eru alltaf fylgir svona dálítið stjórnmálunum en stundum dálítið þreytandi að vera að merkja ákveðnum verkefnum ákveðin tímabil því að við hljótum öll að vilja gera betur í þessum efnum á hverjum tíma. En ég vildi þó hafa sagt vegna þess að borgarfulltrúinn skautaði dálítið hressilega fram hjá því að ekki verður undan því komist að minnast á þann starfshóp sem var settur á laggirnar árið 2011 sem vann svo sannarlega upp úr margvíslegri greiningu og ýmsum verkefnum sem fram hefðu farið árin þar áður á mötuneytisþjónustu skóla- og frístundasviðs en það má kannski segja að þessi starfshópur sem færðist mjög mikið í fang og vann ákaflega mikið og gott verk við að greina mötuneytisþjónustu skóla- og frístundasviðs sérstaklega, hann skilaði ákaflega þörfu og góðu verki. Það sem síðan hefur gerst í kjölfarið að bæði innkaupadeild borgarinnar og ný stoðdeild mötuneytisþjónustu á skóla- og frístundasviði sem þvílíkur happafengur vil ég segja fyrir mötuneytisþjónustu og svona framtíðar uppbyggingu hennar fyrir þetta langstærsta eldhús landsins sem í rauninni mötuneyti skóla- og frístundasviðs eru. Notendurnir eru ákaflega margir, 20.000 og rúmlega það og við vitum vel hvað miklu máli skiptir að hér sé vel haldið á spilunum. Þannig að ég vildi hafa sagt þetta. Þessi stoðdeild mötuneytisþjónustu og öll sú vinna, hún var leidd hér af Elsu Hrafnhildi Jómann, okkar ástkæra forseta og skilaði af sér tillögum sem að leiða svo til þessa tímapunkt sem við erum stödd á í dag að framundan framfylgd þjónustu staðals sem að starfshópurinn útbjó. Inn í þessari vinnu að sjálfsögðu mjög gott gæðastýringarkerfi og mat á gæðum en inn í þessu líka mikil og góð greining á til dæmis aðstöðu mötuneytanna og aðstöðu eldhúsanna sem ansi misjöfn því að skólarnir okkar voru langflestir byggðir ekki með eldhúsi fyrir svo stóran barnahóp í upphafi. Þannig að þetta hefur oft verið ansi strembið að koma þessu heim og saman. En að sjálfsögðu stoðdeildin líka í mjög góðu samstarfi við innkaupadeild og innkauparáð þar sem að borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal situr og fór mjög vel yfir þeirra sjónarmið að við séum alltaf að leita hagkvæmni í innkaupum en líka að nýta stærðina á þessu stóra mötuneyti og stóra eldhúsi sem við berum ábyrgð á að nýta hagkvæmni stærðarinnar þannig að við getum verið að ná sem allra bestu samningum á hverjum tíma og til þess eru margar leiðir færar og ég styð vel þá tillögu sem komin fram frá borgarfulltrúa Birni Blöndal að við vísum málum til borgaráðs til frekari umfjöllunar og hljótum alltaf að vera á hverjum tíma að leita allra leiða til þess að ná sem hagkvæmastum innkaupum og gæta að gæðum. Þá hefur borgarfulltrúi Oddný Sturludóttir lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri, borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil fyrst geta þess hér að tillagan sem ég bar upp áðan, það var röng útgáfa af tillögunni. Það voru 2 útgáfur þessari tillögu og seinni útgáfan skilaði sér ekki. En það var mjög lítið breyting á henni þannig að rétt hljóðar tillagan þannig. Borgarstjórn felur fjármálaskrifstofu og innkaupaskrifstofu að endurskoða fyrirkomulag hráefniskaupa mötuneyta Reykjavíkurborgar með það að markmiði að auka gæði hráefnisins, nýta betur kosti útboða og ná fram aukinni stærðar hagkvæmni í innkaupum. Þetta í sjálfu sér þetta ekki nein efnisleg breyting á tillögunni, þetta var aðeins betra orðalag. En ég þakka fyrir þá umræðu sem átt sér stað um málið hér í dag
og við getum alveg fallist á borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að tillögunni sé vísað í borgarráð, til borgarráðs til betri yfirferðar. Oft sættum við okkur ekki við þá afgreiðslu, oft finnst okkur að það sé hægt að fullræða mál hér í þessari málstofu sem borgarstjórn og að borgarstjórn afgreiði þau. En með tilliti til þess að þetta er mál sem ekki kannski upp á hér í þessum sal að dagskrá mjög oft, reyndar mjög sjaldan, og þá líka bara málið flókið. Ég held að menn þurfi að átta sig svolítið betur á þessu máli, þannig að það kannski í þessu tilviki alveg ágætt að vísa því í borgarráð til þess að vinna betur í því. Og ég tel það ekki síst mikilvægt vegna þess að mér fannst þeir ágætu borgarfulltrúar sem tjáðu sig málið. Mér fannst þeir kannski ekki alveg ná inntakinu eða boðskapnum í minni ræðu. Og tilgangurinn náttúrulega með tillögunni og umræðum að kalla fram umræðum þessi mál. Og ég held að með umræðinni sé leitt í ljós að þessu málum gæti verið betur fyrir komið. Þegar við sjáum verðið í þessu útboði og verðflokkana, mér finnst það bara algjörlega sýna svart á hvítu að þessi mál eru ekki í lagi. Þess vegna kom mér svolítið á óvart að hinn ágæti borgarfulltrúi Sigurður Björn Blöndal, að mér fannst hann fjalla um málin eins og þetta væri bara allt í himnalagi. Mér fannst það mjög mikið vera að bera blak af kerfinu þegar að mér fannst ég hafa sýnt fram á í minni ræðu að við erum alls ekki að ná nógu góðu verði á hráefniskaupum fyrir Reykjavíkurborg. Auðvitað trúi ég því að það sé allir að gera sitt besta innan þess kerfi sem við lýði og við borgarfulltrúar sjálfsögðu berum ábyrgð á að sé við lýði. En ég held að sé löngu kominn tími til þess að gera beturbætur á þessu kerfi til þess að nýta peningana betur. Það þjónar engum tilgangi fyrir rekstur Reykjavíkurborgar að við borgarfulltrúar komum hér upp og reynum að tellja sjálfum okkur og öðrum trúum að þetta sé allt í himnalagi. Það sé allir að gera sitt besta og svo framvegis þegar það þarf greinilega beturbæta kerfi. Við þurfum að geta átt hér hreinskilnislegar og hispurslausar umræður hvað eina í rekstri borgarinnar. Við eigum að fjalla hér á gagnrýninn hátt ýmsar reikningar sem okkur berast og við höfum aðgang að. Við eigum ekkert að sætta okkur við það að endurbætur á okkur húsi fari mörg 100% fram úr áætlun eins og hefur komið fyrir. Við eigum ekkert að sætta okkur við það að ein skólabygging kosti 4 milljarða og sé ekki í lagi á þess að fá á því viðhlítandi skýringar og svo má áfram telja. Það á að vera gagnrýnin umræða þessi mál hér í borgarstjórn og því að ég viss að það skilar árangri og mér finnst að þær tölur sem ég nefndi áðan, þær hafi algjörlega að færa okkur heim sannin það að við getum náð betra verði. Við sjáum það að samkvæmt þessum rammasamningum að það er 130% verðmunur á milli hæsta og lægsta verðs á grænum eplum, 48% verðmunur á milli verðs á hæsta og lægsta verðs á rauðum eplum, 112 verðmunur í perunum, 67% verðmunur í appelsínunum og sýnist mér rúmlega þrefaldur verðmunur í agúrkunum. Og bara, eins og segir, bara svona dæmi nefnd nánast af handahófi. Þau sýna okkur að við getum verið betra verði, ekki síst vegna þess að þegar maður fer síðan út í verslun sem selur í smásölu, verslun sem að selja þessar vörur í stykkjatali, þá sér maður því miður við rök að styðjast sem ábendingar sem matreiðslumenn og kokkar hafa komið til mín það að þeim finnst slæmt að vera að kaupa inn fyrir hönd borgarinnar þegar þeir geta farið út í næstu búð og fengi mun hagstæðara verð. Slíkar ábendingar eigum við að taka til okkar og við eigum auðvitað að gera kröfu fyrir hönd borgarinnar að það sé verið að kaupa þegar við erum þarna með eitthvað 2 milljarða króna pott að það sé verið að ná betra verði að við sem stór kaupandi í heildsölu eigum að ná miklu betra verði en þetta og eigum ekki að þurfa að bera okkur saman við verslun sem er í smásölu. Og mér fannst borgarfulltrúinn aðeins gefa það í skyn að það þýddi ekki að vera að bera saman við eitthvað tilboð í bónus og við getum ekki verið að senda okkar starfsmenn til þess að fara að eltast við eitthvað tilboð í slíkum verslunum. En ég var heldur ekki að segja það.
og þetta verð sem ég tók að handhafi, það voru engin tilboð, þetta var bara smásöluverð út úr búð og það er hörðsamkeppni auðvitað smásölumarkaði. En það er auðvitað bara óviðunandi fyrir okkur að við séum að kaupa inn okkar vörur á allt öðru og kannski hærra verði heldur en bara venjulegt smásöluverð er hér á hverjum degi í borginni. Þannig að ég verð að segja það eins og er. Ég held vissulega að okkar starfsmenn séu að gera sitt besta innan þessa kerfis sem þeim er gert að starfa eftir. Þau eru okkar góðu starfsmenn reynu auðvitað að ná svona bestun innan rammasamningskerfisins. En það sem ég bara svolítið að segja er það að ég held að þetta rammasamningskerfi sé að gengi sér til húðar. Við eigum að fara í stórt alvöru útboð. Það er sennilega besta leiðin til þess að fá hagstætt verð. Pína niður byrgjana myndi einhver segja. Og það kom líka fram í máli borgarfulltrúanna, hann var í viss það að þessir byrgjar væru að reyna að gefa okkur eins hagstætt verð og þeir trestu sér til. Og ég var hissa að hann skildi segja þetta, því að einmitt samtal mitt við byrgja, það sem kom út í því samtali, það var einmitt skoðun byrgjans, að þeir varu nefnilega ekki að leggja sig alla fram við að veita Reykjavíkurborg lágt verð að þessu leyti, vegna þess að þeir vissu aldrei fyrirfram hvaða viðskipti þeir fengju. Hugsunarháttur byrgjans er kannski sá, hverju á ég að vera að leggja mig fram við það að veita Reykjavíkurborg lágt verð þegar ég veit ekkert hvað viðskipti ég fæ. Svo fæ ég kannski 2 leikskóla í Breiðholti og 1 í Grafarvogi og ég þarf að skottast með einhverjar smá sendingar út allan bæ og þegar einhver jafnir sem býður kannski eitthvað herra, hann fær miklu meiri viðskipti. Þetta er bara máli. Þetta held ég að sé einn skýringin af því hverju við fáum ekki betra verð en þetta og ég er sannfærður um það að það væri með tiltölulega lítið fyrir hægt að ná miklu betra verði. Og ég veit alveg að þessi hugmynd hefur að reiki hér innan borgarinnar. Ég man mjög vel eftir því að þessi hugmynd var rætt hérna í niðurskurðinu mikla 2009 og 2010. En það virðist vera, og mér fannst þetta að vera bara mjög góð hugmynd og hélt að hún kemst í framkvæmd, en síðan virðist að vera einhver tregða innan kerfisins sem gerir það að verkum, ég held að engin borgarfulltrúi hafi sjálf sig komið nálægt því, einhver tregða innan kerfisins við að koma á slíku fyrirkomulagi. Ég átta mig ekki alveg á hvar sú tregða liggur, það var kannski verðt verkefni fyrir okkur í borgar að fara yfir það þegar við ræðum það. En ég held að það sé mjög gott að fá þetta hér til umræðu hér í borgarstjórn, vegna þess að ég er sannfærður það að þarna liggur hagræðingartækifæri upp á 100 milljóna hjá borginni. Og við vitum það með þetta ágæta kerfi okkar, það er stundum erfitt að knýja fram breytingar. Jafnvel þó að, og ég bara þessi hugmynd eitt stórt útboð, þetta er hugmynd sem kom fram innan kerfisins. Ég man mjög lítið því á fundum 2009-2010, þá voru aðilar, ef ég man rétt á innkauparskrifstofu og fjármálaskrifstofu sem kom með þessa hugmynd. Þannig að ég á ekki þessa hugmynd. En hún hefur ekki komst til framkvæmdar út af einhverju tregðuna kerfisins og þegar slíka tregðu er að ræða gagnvart jafn góðum hugmyndum og skilvirkum hugmyndum sem ég tel að þessi hugmynd sé, þá eigum við borgarfulltrúar að taka málið hér til umræðu í borgarstjórninni og borgarráðinu. Við eigum að fara yfir málið og svona átt okkur á því í hverju þessi tregða liggur og ef við samfærumst það að það sé rétt að gera breytingar, þá eigum við að höggva á þennan hnút sem er í þessu máli innan kerfisins og hefur kannski verið árum saman. Og það hlýtur að vera okkar hlutverk borgarfulltrúa góður að höggva á slíka hnúta. Ég get tekið undir margt það sem borgarfulltrúi Björn Blöndal sagði um örútboðin. Ég held að þau séu ágætt svo langt sem við ná og ef að menn eru algjörlega móti því að fara út í stórt útboð þá er það skárra en ekki. En mér finnst, og þannig að örútboðin er sem sagt bara kannski ágætiskostur í stöðunni, en mér finnst að vera of lítið og of hægt. Ég er sannfærður að, þetta eru líka að tala um fisk, ég er sannfærður að það væri hægt að fara út í stórt útboð eða bara samrandan hráefnismatseðil fyrir borgina og sem myndi skila okkur held ég hagræðingu upp á 100 milljóna. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Björn Blöndal óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er bara mjög gott að vera bjartsýnn og ég held að þegar maður er að ræða svona innkaupamál þar sem að
viðskipti við einhvern þriðja aðila eru til umræðu, þá held ég að það sé ekki mjög svona klókt að slá þann möguleika út af borðinu að hægt sé að spara mörg 100 milljónir eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon trúir, og ég vil alls ekki reyna á nokkurn nátt að eyðileggja þá trú fyrir honum, en er ekki jafn sannfærður á hann, við skulum orða það þannig. Nú er það þannig að það eru auðvitað gerðar reglulega kannanir af innkaupadeild hvernig verð í rammasamningum er í samanburði við bara verð á almennu markaði, og það kemur í ljós að lægsta verð í samningu Reykjavíkurborgar og lægsta verð til dæmis í verðkönnunum ASÍ, það sýnir sig að Reykjavíkurborg er með töluvert lægra verð þar sem að þær stikkprufur hafa verið gerðar. Þannig að svo óformlega könnun sem borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon framkvæmir sjálfur á smásöluverði og á eplum og perum, hún er í raun og veru ekki alveg í samræmi við þær skýrslur sem að innkaupadeild er að vinna og innkauparáður láta vinna fyrir sig. En enga síður að gera að skoða þessi mál og það er bara fínt að borgarráð geti skoða þetta, og fínt að borgarráð gefi í sjálfu sér innkaupum bara aukinn fókus, það er besta mál. Þá er borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið við það að veita andsvar. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Forseti ber það undir fundinn að vísa tillögu þessari inn í borgarráð þegar borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Við förum í